Góða kvöldið og velkomin að Rauða borðinu á þessari sjónvarpsstöð sem frá því í gærkvöldi búin að fá nafn. Þetta Samstöðin og þetta þátturinn Rauða borðið sem alla virka daga á Samstöðinni klukkan 8. Hugmyndin á bak við þetta Rauða borðið það að draga hingað fólk sem út í samfélaginu og ætti að vera að ræða saman en á kannski erfiðleikum með að gera það vegna samkomubans. Fólk sem tók þátt í búsátabyltingunni til dæmis, var með andstöðu þar. Fólk sem tengist verkalýðshreyfingunni, samtökum öryrkja, ýmsum almannasamtökum. Til þess að ræða ekki koronaveiruna sem heilbrigðisvandamál, sem óhjákvæmilega mun þó koma til tals. Heldur ekki síður viðbrögð stjórnvalda hér heima og erlendis við koronaveirunni og hvaða afleiðingar það hefur á samfélagið, hvaða afleiðingar það hefur á tekjur fólks, afkomu, eignir fólks, öryggi og annað slíkt því að það eru í gangi út allan heim stórkostlegar efnahagsaðgerðir, viðbrögð við koronaveirunni sem ekki bara ráða því hvernig við komumst í gegnum þetta, hvernig efnahagslífið kemst í gegnum þetta eða atvinnulífið eða hvernig heimilin komast í gegnum þetta, hvernig einstaklingarnir komast í gegnum þetta og fjölskyldunar, heldur ekki síður kannski hvers konar samfélag það verður sem við byggjum upp. Eins og hefur komið fram hérna í þáttunum, til dæmis í gær, í viðtali mínu við Ásgeir Brynjar Torfason, þá eiginlega ljóst að það veit ekki hvernig samfélag það kemur, rís upp eftir þá kreppu sem við erum að ganga inn í. Það bara engin vafi það að við erum að ganga inn í kreppu og við erum að ganga inn í djúpa kreppu. Það veit engin alveg hvers konar samfélag það verður sem rís upp handan hennar, nema það eiginlega má slá því föstu að það verður ekki eins og samfélagið sem að hrynja. Það ákvarðanir sem stjórnvöld eru að taka út allan heim eru algjörlega þvert á þá stefnu sem áður var og því sem haldið var fram að ríki gæti gert, mætti gera. Það eru fréttir af einkavædda heilbrigðiskerfisins í Spáni og í Frakklandi. Donald Trump af öllum mönnum raunverulega að taka upp borgarlaun í Bandaríkjunum. Ýmislegt sem var algjörlega óhugsandi fyrir viku núna eiginlega orðin bara venjulegur hlutur eins og þetta með borgarlaun Trump sem var komið fréttir af því á föstudag laugardag að þetta væri í bígerð að nú þykir öllum þetta sjálfsögða hlutur og menn eru að velta fyrir sér hvernig eigi að standa að því í öðrum löndum. Þetta ætlum við að reyna að draga fram hérna í Rauða borðinu. Það annar þáttur á stöðinni, hann byrjaði raunverulega áður en að stöðin var til. Það Kvótan heim, þáttur sem Ögmundur Jónasson með hér og ég spilaði svona aukahlutverk í. Það verður á sunnudaginn, þar eru viðtöl við fólk kvótakerfið og áhrif þess hvernig það hefur brotið niður byggðir víða land, hvernig það hefur leitt til samþjöppunar og byggðaröskunar og hvernig arðurinn hefur raunverulega færst á mjög fáar hendur. Það verður umræðuefnið en jafnvel það mál mun taka lit af þeim atburðum sem við erum að ganga í gegnum núna. En aðalgestur minn í þættinum í kvöld Drífa Snædal. Hún nýkomin eða komin að lenda eftir ábyggilega mjög harða viku og við munum fara yfir það með henni. Hver staða verkalýðshreyfingarinnar á þessum tímamótum og kannski afstöðu verkalýðshreyfingarinnar til þeirra aðgerða sem ríkisstjórnin hefur kynnt og mun síðan kynna á morgun í blaðamannafundi í Hörpu. En við ætlum að byrja eins og í gær með því að hringja í fólk eða mann núna sem í sóttkví og það vil svo til að það bróðir minn, Sigurjón Magnús Egilsson. Þetta tengist, koronaveiran tengist okkur öllum mjög. Það eru 2 bræður mínir í sóttkví og Sigurjón hann kom til landsins í gær frá Spáni eða snemmi í gær, seint í fyrradag, ég ekki alveg klárið hvað það var. Það sem að hann og kona hans Kristborg dvöldu í vetur í leit að aðeins meiri hlýju og öðruvísi lífi heldur en boðið upp á hér en hröktust síðan heim aftur. Má orða það þannig, Sigurjón, að þú hefði verið áfram á Spáni ef ekki hefði komið koronaveira? Já, alveg klárlega og góða kvöldi. Já, það alveg klart. Við leigðum íbúð til 20. apríl. Þannig að við fórum rúmi mánuði fyrr heldur en að við ætluðum og meira að við fórum akandi til Spánar, þannig að bíllinn ennþá úti. Þetta var sem sagt orðið mjög þvingandi ástand á Spáni. Við vorum í útgöngubanni, við máttum aldrei fara sem sagt 2 saman út, við erum sem sagt alltaf bara 1 í einu
og til þess að við máttum fara í matvörubúð og máttum fara í apótek. Annað máttum við máttum ekki vera úti nema eiga þessi erindi og aldrei nema ein manneski í einu. Þannig að svo fór að fækka Íslendingunum þarna sem við vorum einhver samskipti við og svo þessi áhygja frá utanríkisráðuneytinu að drífa sig heim og svo endaði með því að við ræddum þetta ekki lengur. Við pantaði bara flug þegar það gafst þarna. Það var eiginlega alveg sjálfgefið, því að það er náttúrulega ákveðið óöryggi í þessu að vera í öðru landi, ekki sínu tungumáli og auk þess Spánverjarnir sem vorum í samskipti við vorum að tala við, það reiknuðu allir þar, þeir reikna allir með því að útgöngubanni verði meira en hálfum mánuður. Að það er bara alveg, það var allir sannfærðir um það. Það var bara við vorum það bara í útgöngubanni í nokkra daga bara. Þá við búin að vera 3 daga í þessu útgöngubanni, sko. Og það er líka öðruvísi, sko. Þó þessum íbúð sem náttúrulega mikið betra heldur en að vera hótelherbyggi, en samt sem áður, þá er maður ekki heima hjá sér, sko. Þegar maður þarf að vera þar allan sólarhringinn, má ekki sko fara út og okkar hlutir, okkar umhverfi var ekki þarna, sko. Þannig að og gott að koma heim og svo líka sko fyrsti daginn okkar í gær var náttúrulega alveg gullfallegur, alveg logn og sól og allt skartaði sínu fegursta hérna, sko. En hitt er annað, þetta sko, já, Spánverjarnir taka þetta mjög alvarlega, ég segja það, þeir taka þetta mjög alvarlega. Það er bara lögreglan frá vaktinni og ég hef heyrt frá fólki sem hefur verið sektað frá 700 evrum upp í 2000 evrum fyrir að brjóta útgöngubanni. Þetta er algjör alvara í öllu hjá þeim í þessu. Já, já, ég má ekki fara mannamót eða við megum fyrir göngutúra. Við máttum þessi á Spáni, máttu ekki fara í bílnum 2, það máttu bara einn vera í bíl. Þeir voru svo harðir á þessu, það máttu bara einn vera í hverjum bíl. En nú hér megum við, hérna er þetta mikið sem það frjálsara hérna megum við fara út og ganga og fara með fara í bíltúr eða eitthvað, sko, en ekki á neitt mannamóti innan annað fólk og þannig að þetta er svona þægilega hérna og hér virkar þetta allt svona mjög traustvekjandi. Ég er nú að horfa á þessa blaðamannafundi og þetta virkar mjög traustvekjandi. Nei, ég skil ekki spönskuna svo vel, sko. Ég get svona áttað mig á nokkuð veginn hvað við erum að tala en ekki svona kannski nauðsynlegar upplýsingar fyrir mig. Nei, ég er ekki svo góður í spönsku að það hefði gagnast mér svo mikið. En auðvitað skilum maður alltaf með kortum og myndum og svona hvað er að gerast. En við svona, fylgdust með Íslandi, það er svona, veist, hugurinn er svolítið þar þegar það er eitthvað svona, og þetta er bara þannig ástand að það verður allir að spila sinn leik í þessu, það er þýðir taka neitt sóló, það er bara að fylgja bara fyrirmælum og þess vegna bara best að koma heim, sko. Já. Til dæmis eins og þér finnst og flestum finnst blaðamannafundirnir vera svona róandi að ég held að það næri ekkert endilega til útlendinganna, jafnvel þótt að hann yrði textaður því og þeir eru kannski meira að fylgjast með fjölmiðlum í sínu landi og eins og þú tekur dæmi að þá getur það verið lönd þar sem eru bara allt öðruvísi viðbrögð stjórnvalda heldur en eru hér. Þar er sér bara útgöngubann og herinn út á götu eins og er að mörgu leyti á Spáni og Frakklandi. Já, það er náttúrulega íslensku utanríkisráðuneyti má nú eiga það að það var þetta að lesa sko svona upplýsingar einstök lönd þar svona eins og með útgöngubannið á Spáni og svona þetta gæti svona séð nokkurn veginn hvað er að gerast og svo náttúrulega eru samskipti milli Íslendinga þarna við erum náttúrulega ekki í einhverjum Íslendingagrúppum heldur við erum að spila golf og þannig við kynst svona einum en já, þetta er náttúrulega svona af því að það er mikil óvissa í öllu þá er auðvitað öruggur að vera heima hjá sér. Það er bara þannig, þá ertu í þínu eigin umhverfi, þínu eigin móðumáli og allt það, sko, það er bara þægilegra, öruggara. Erfiðleikar heldur erum við komin inn í djúpa kreppu og þú varst mjög virkur blaðamaður og ritstjóri í upphafi hrunsins 2008 og það breytti náttúrulega öllu í umfjöllun fjölmiðla. Breytti raunverulega, já, bara snéru öllu á hvolf, það voru svona vatnaskil í umræðinni, hvað væri
það sem áður þótti gott var orðið vont og allt það. Ég byrjaði að sprengja samt þáttinn á Bylgjunni. Þetta er 21. september 2008, bara mánuð hrunið. Já, ég hitti Reyni Traustason daginn, hann var að byrja í blaðamennsku aftur og ég var svolítið hlæja því að bara leið og hann byrjar að þá eiginlega hrynur heimurinn, Það er bara þannig. En ég hafði þá verið ritstjóri á Mannlífi, einmitt, og hafði skrifað mikið efnahagsmál og þannig ég var búinn að kynnast fólki eins og Jóni Daníelsinni hagfræðingi og fleiri. Ég hafði kynnst eftir skrif mín í Mannlíf. Þannig að ég hafði svona ákveðið forskot í þáttinn að þarna hafði ég verið að skrifa mikið efnahagsmálin og reynda að skrifa mikið hvað væri í vændum og fékk mér þessa verðlaun fyrir það og á það skjálfast að ég sá hrunið fyrr, ég hef búin að skrifa það, já ég skil með það, en þá hafði ég aðgang að svona fólki og það er sumt sem hann sagði þá, sem hann sagði alltaf, aldrei að hrekja fólk að heiman, aldrei. Og þá var hann að tala eins og núna er komið að lánveitandinn eigi hluta íbúðinni, eins og, þetta talaði hann 2008, sprengisendi, aldrei að hrekja fólk að heiman, ekki búið til félagslega vanda. Og svo líka hitt að aldrei að stoppa hagkerfið, dæla bara krónum inn í hagkerfið, inn í fyrirtækin. Og þá segi ég að þá fer verðbólgan upp úr öllu valdi, þá sagði hann verðbólgan, hvað með það, hún kemur niður aftur. Og ég mér finnst sumt af því sem hann sagði þá, eiga bara ákvæða við núna. Það eru meiri líkindi með því sem þú ert að lýsa hvað hann var að segja að bjarga heimilum fólks og dæla peningum út í hagkerfið, sem akkurat það sem stjórnvöld út allan heim að gera núna. Það áttur skort að íslensk stjórnvöld. Það var ekki gert 2008. Þá var fólk hverfi, 10.000 fjölskyldur sem hræktar að heiman, til dæmis. Algjörum óþarfa. Og þær íbúðir lentu bara hjá þeim sem voru efnameiri, að jafnvel fólk sem auðgast í sjávarútvegi og kvóta, eða fólk sem flutti inn peninga hér að utan úr aflöndum, keypti íbúðir sem fjölskyldurnar mistu og byggðu hér upp leigufyrirtæki sem síðan voru okra þessu sama fólki. Þetta er náttúrulega ótrúlega sorgleg saga. Alveg rosalega. Og það var bent á aðra leiðir, alveg ákveðið í hruninu og eftir hrunið. En sú ráðgjöf var ekki þeim. Ég manni Jón kom oft í þáttinn hjá mér og ég sagði, og er ekki hér sem talar við þig hérna í Íslandi? Þá var hann, já, þú? Það var bara einn útvarpsmaður sem talaði við hann, en hann var til ráðgjafa bæði hjá þýska seðlabankanum, bandarísku og japanska. En hér heima var bara ég sem talaði við hann. Einmitt um þetta. Gleym aldrei þessum ráðamanns. Sigurjón, ég þakka fyrir spjallið og vona að þið Kristborg hafið það gott í einangrun ykkar í Kópavoginum. Já, þetta er ekki þetta einangrun, þetta er fínt maður. Þetta er fínt. Já, þetta er bara takk fyrir þetta. Ok, við heyrum seinna. Ok, bye. Jæja. Þetta var Sigurjón Magnús Egilsson sem situr í sóttkví í Kópavoginum og heldur þar út í fjölmiðli sínum, miðjan.is. Þannig að ef þið viljið fylgjast með því sem hann er að hugsa í sóttkvinni, að þá getið þið farið inn á þann miðil. En hérna hjá mér er Drífa Snædal, forseti Alþýðusambandsins, talandi fólk sem er að koma að starfi við svona tímamót. Það er svolítið stórt hlutverk að vera í forystu verkalýðshreyfingarinnar á svona tímamótum, þar sem við gætum verið að horfa upp á atvinnuleysi sem er stærra heldur en síldarhrunnið og þar hundagotum, eða hvað? Eða treystir þú þig til þess að meta það, hvað er það sem er að skella á okkur? Nei, ég treysti mér ekki alveg til að meta. Það sem ég óttast er að þetta verði meira atvinnuleysi heldur við upplifum í hrunnu. Og þess vegna höfum við einhvern veginn lagt allt kapp á það að halda ráðningasamböndum, sama hvað gerist, Þannig að þú ert ekki hrifin af aðferðin að bara setja borgaralaun, að setja pening á alla? Þú vilt gera það í gegnum fyrirtækin? Þú varst nú að tala áðan að Trump verði að taka upp borgaralaun, það er nú reyndar ekki rétt, það ætlar að greiða hlutfallslega eftir tekjum fólks. Það er allt önnur hugmynd. Já, hann er komin í þangað, þannig að þetta var nú aðeins og gott til að vera satt að Trump ætlaði að fara að setja upp borgaralaun. Eins og ég heyrði það, hann náttúrulega breyta svo ört fréttina núna að en þú veist, maður er einhvern veginn svona í miðjum klíðum að bara finna einhverjar góða lausnir og þetta var svona þessi fyrsta redding til þess að væri ekki farið í fjöldauppsagnir.
að fólk fer að 80% leiti inn á atvinnuleysisbætur. 75. 75, þó það sé í vinnu. Nei, að þú sért þá með, það er ekki hægt að heimta sko 100% vinnuframlag af þér. Það er ekki þannig. Þannig að fyrirtæki geta ekki verið að leika á þetta, skilur, og segja bara hérna, nú ætlum við að láta ríkið borga 75% af launakostnaðinum okkar. Þetta virkar ekki alveg þannig. Þetta var svona fyrsta björgunaraðgerðin og þetta er náttúrulega, maður er einhvern veginn að taka ákvarðanir og koma með hugmyndir bara á hverjum degi, að því fyrstu viðbrögðin okkur voru tryggja laun fólks í sóttkví. Við héldum að það var aðal vandamálið. En svo náttúrulega bara viku síðar, við raunveruleikinn orðinn allt annar, núna enn viku síðar þá hugsum við sko þetta er ekki nóg, þú veist það er að koma meira. Þetta sem við erum búin að vera að semja núna í heila viku sko, hnika til og frá barómetrum. Það verður ekki nóg, nei. En það þarf að grípa inn í til þess að það verði ekki massaatvinnuleysi. Því þá verður náttúrulega fyrst verður tékkinn stór hjá ríkinu, þannig að það þarf að styðja eitthvað meira. Og hópur sem við höfum náttúrulega sérstaklega áhyggjur af núna, sem er að hringja mjög mikið inn til okkar og leita stuðnings, að það eru foreldrar sem eiga börn sem búið loka á skólunum. Það er enginn í sóttkví. Og komast ekki í vinnu. Og kannski er skólinn opinn 3 tíma á dag og þú skýrst ekkert í fiskverkunina í 3 tíma, sko. Þetta virkar ekki þannig. Þannig að við þurfum að finna einhverja lausnir á því. En svona ég vona að þessar aðgerðir sem voru samþykktar í dag hafi skilið því að einhver fyrirtæki séu ekki að fara í fjöldauppsagnir eins og við óttumst. Við reynum að svona átta okkur á þessu og njóta þess að þú hefur búin að liggja yfir þessu. Ef við tökum bara svona nokkuð dæmi, segjum að það sé herbergisþerna á hóteli sem nú er engi gestir og það er eiginlega bara búið að loka allri starfsemi hótelsins. Hvað gerir hún? Fer hún á atvinnuleysisbætur eða sækir fyrirtækið atvinnuleysisbæturnar og borgar henni laun eða hvernig virkar það? Sko ef fyrirtæki setur hann í hlutastarf, ef það er samkomulag á milli atvinnurekanda og launafólks, ef það er ekkert starf, þá er sennilega uppsögn og þá er náttúrulega bara uppsagnarfrestur sem gildir, bara eins og venjulega. En fengi þá atvinnurekandinn einhverja aðstoð við að greiða? Nei, ekki uppsagnir. Já, ef þetta verður gjaldþrot þá fer það ábyrgðis og launa. Þannig að má búast við að einhver fyrirtæki bara fari í þrot? Já. Það má alveg búast við því og fjölmörg eru náttúrulega nú þegar farin í þrot af því að ferðaþjónustan er þannig og hún einhvern veginn má við litlu. Mörg ferðaþjónustufyrirtæki voru einhvern veginn að þreyja þorrann fram á sumarið þannig að það er ljóst að þau eru farin í þrot. Þannig að það þarf náttúrulega líka svolítið að passa það og það sem við passa í þessu sko er að þó farir á hlutaatvinnuleysi þá ertu ekki að fyrirgera réttið um öðru leyti, hvorki til uppsagnarfrestar. Ef að þú ert á hlutaatvinnuleysi í mánuð og svo farið uppsagnarbréf, að þá miðast uppsagnin við launin eins og þau voru áður og fórst á hlutaatvinnuleysi. Sama að þú ert ekki að skerða réttin til atvinnuleysisbóta í framtíðinni. Þetta er bara algjörlega sértæk aðgerð sem skiptir náttúrulega gríðarlegu máli. Að þú ert ekki að ganga einhvern rétt sem þú hefur þó að þetta tímabundna úrræði sé notað. Ef við tökum annað dæmi að ég fekk með kaffi á kaffihúsum daginn og spurði fólki sem hafði keypt reksturinn fyrir einhverjum ári síðan eða svo hvernig þetta horfði við þeim og þau sögðu að það væri svona 85–90% samdráttur. Það var allir túristandi farnir. Við notum oft kaffihús til funda vegna þess að það var enginn sem skildi íslensku sjálfum, við gætum að tala eins og við vildum. En það er bara horfið og hann sagði að það eru bara 2 starfsmenn eftir og við ég og konan eru bara að reyna að vinna hér. Þannig að það starfsfólk sem var að vinna á þessu kaffihúsi, það geti farið á svona, í staðinn fyrir að vera bara 2 að vinna, þá getur það verið 10 sem var að vinna og myndu skipta raunverulega með sér þeim launum sem hann ræði við að borga og svo kemur ríkið. Það er það sem við erum vonast til að gerist, að það verði svo kölluð heflun, að það verði ekki, sko, fólki verði ekki ítt, fólk fá ekki uppsagnarbréf heldur að það verði hefla starfshlutfall af fólki. Með þessu er náttúrulega líka verið að reyna að gefa einhver skilaboð að við séum í tímabundnu ástandi, mjög tímabundnu. Og þessi lög eru bara til 1. júní, þannig að þau verða endurskoðuð þá. Ég hugsa svona flestir eru að ganga út frá því að þau þetta verður framhaldið. En við þurfum líka einhvern veginn að átta okkur á því að þetta kemur skyndilegar og ég segi ekki getur farið skyndilega líka,
en þetta vonandi tímabundnara ástand heldur við höfum upplifað áður. Að það geti, að það samfélag sem hrundi, að það geti komið upp aftur? Ekki í sömu mynd, nei, það held ég ekki. Ég held að einhvern veginn allir átta sig á því það enginn sem segir núna hjúkka við erum með einkavætt heilbrigðiskerfi. Það enginn í heiminum sem segir það. Það enginn í heiminum sem að vænta þess að fjármagnseigendur komi til bjargar. Það ríkið. Það sameiginlegir sjóðir, allsstaðar, alltaf. Og það náttúrulega viðhorfið. Og síðan langar með að endurspegla þær umræður sem hafa verið líka í löndunum í kringum okkur. Jú, það mikilvægt að halda atvinnulífi gangandi, það mikilvægt að halda fyrirtæki gangandi, en ríkisaðstoð þarf að vera skilyrt því að það sé ekki verið að greiða arð úr þessum fyrirtækjum. Þannig að við... Og ekki verið að kaupa hlutabréf í sjálfum sér og svona eins og fyrirtæki gerðu við aðstofuna sem kom, það var oftast ekki dæmi bara Bandaríkjunum og Obama, það sem að $750 milljarðar hurfu bara og kom aldrei út í samfélagið. Nákvæmlega. Við búum svolítið að því sem gerist í hruninu, við búum svolítið að því sem gerðist hvað var ógnvekjandi, hvað fjármagnseigendur náðu þessi flóttastrik aftur. Þannig að við þurfum aðeins að gæta þess að við séum að taka réttar ákvarðanir, að við séum ekki að taka þær í flýti, við séum ekki að ýta lýðræðum til hliðar og að við vitum að þær ákvarðanir sem við erum að taka núna geta haft áhrif næstu 20 árin. Þannig að við séum að taka ákvarðanir sem leiðir til þess að þegar við stöndum upp úr þessu samfélagi þá séum við jafnari og betra og skynsamara samfélag og meiri samábyrgð og meiri samtrygging heldur en við fórum inn í þetta. En hver aðkoma Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar að öðrum þáttum aðgerðana heldur en snýra þessu sem snýr bara beint að vinnumarkaðinum og samskiptum launafólks og launagreiðanda? Það eru önnur mál sem að þarf að taka á, bæði svona samfélagslegt réttlæti hversu mikið miklu peningum varið til þess að halda fyrirtækjum á floti sem að kannski enginn veit hversu lífvænlega eru og svo kannski hinu sem að snýra að skapa öryggi út í samfélaginu sjálfu að tryggja fólki það að núna mun það ekki gerast, nú mun enginn missa húsnæði sitt, það verður engum leigusamningi sagt upp. Þetta heyrir maður stjórnvöld allsstaðar í heiminum verið að segja. Þetta fyrsta sem að Trudeau í Kanada sagði, það verður engum leigusamningi sagt upp til þess að skapa bara öryggi að þessu sinni að þá munum við halda utan almenning og bjarga auðvaldinu sem það. Og það var náttúrulega það sem við gagnrýndum þarna fyrst þegar fyrsti blaðamannafundur stjórnvalda kom að það var að tala náið samstarfi fjármálafyrirtæki og banka og atvinnurekendur. Við að velja lífvænleg fyrirtæki. Og við tókum nú... Þið voru ekki nefnd. Nei, og við tókum smá trillu yfir því og komum okkur að borðinu. Þannig að við erum núna í samstarfi og samræði. Hafið komið að þessum aðgerðum? Aðgerðunum í heild eða bara því sem að snýr að launa vinnumarkaði? Við höfum aðkoma að því sem snýr að vinnumarkaði en við höfum skoðun á öllu hinnu og við ætlumst til þess að við verðum með í ráðum þegar það kemur. Auðvitað höfum við verið að dæla hugmyndum í stjórnvöld og segja þeim svona bak við tjöldi hvernig línurnar okkar liggja. Ég enda búin að boða miðstjórnarfund á morgun þar sem við ætlum svona að leggja okkar línur fyrir þetta og auðvitað höfum við alls konar skoðunar af því hvernig að endurreisa atvinnulífið og vinnumarkaðinn og líka í hvað peningarnir fara og hvað skilyrðum það háð að sjálfsögðu. Þannig að þú reiknar með því að Alþýðusambandið komi inn með tiltölulega sterkar kröfur hvað þið viljið sjá? Já, við erum svo sem ekkert með útfæra kröfur hvar á fjármagna hvað, en við erum með svona stóra línuna, hvað ber að varast og hvað að leggja áherslu á og við vitum það alltaf þegar kreppir að það þarf einhvern veginn að fara að búa til störf eða eitthvað. Þá einhvern veginn fara allir í að byggja brýr og vegi. Það bara einhvern veginn eins og autopilot að það það eina sem okkur dettur í hug. Vissulega mikilvægt að skapa störf í iðnaði og vegagerð og allt það og við styðjum það svo sannarlega. En það ekki síður umönnun og fjárfesting í heilbrigðis- og velferðargreinunum sem við erum að hugsa og svo líka bara skapandi greinum. Einhverju listsköpun, nýsköpun, allt þetta sem skiptir svo miklu máli og rannsóknir og til þess að því að við höfum náttúrulega núna líka tækifæri til þess að
leggja ekki þessa ofuráherslu á ferðaþjónustuna sem rosalega viðkvæm fyrir öllum breytingum. Það var bara eitt stykki eldgos til þess að það sé farið. Sko. Og enginn veit raunverulega hvernig muni byggjast upp. Það nú alls konar getsagnir að bara flug á milli landa muni breytast. Það verði bara önnur hvort sætaröð og það getur bara stórkostlega breytingar. Og líka það að vegna þess að þeir sem hafa drifið áfram uppbyggingu ferðaiðnaðarins, sem eru flugfélögin, farþegaskipin og fleira sem eru miklu mengunarvaldar. Nú eru þessi fyrirtæki raunverulega horfin og sumum löndum þá verður þetta bara tekið yfir og verður ríkisfyrirtæki og þá getur vel verið að það verði komin svona umhverfissjónarmiðs ákvörðunum að það sé ekki eftirsóknarvert eða samfélaginu í hag að byggja þetta upp með sama hraða. Þannig að það má vel vera að handan við hrunið séu raunverulega alltaf ráðkanir heldur en við getum séð fyrir í dag. Já, við höfum líka lagt á það áherslu að þetta verði sko grænstörf. Ég hef talað nýju stóriðjuna sem við þurfum á Íslandi sem ekki mengandi en gefur af sér jafn góðu verðmætt störf og stóriðjan hefur sannarlega gefið af sér. Þannig að við þurfum að hugsa til lengri tíma, ekki bara vera að byggja upp nú ætlum við að fara aftur í ferðaþjónustuna eins og hún var. Af því við höfum ekkert verið æðislega hrifin af ferðaþjónustuna eins og hún hefur verið stundið á Íslandi. Svo þið í alþjóðsambandinu? Já, við í verkefnum, láglaunastörf, fólk sem vel menntað, sem ekki að nýta menntunina sína sem skildi og við sem samfélag erum ekki að njóta góðsæfinu sem skildi. Við höfum sagt 75% af tíma stéttarfélagana hafa farið í það að reyna að skikka ferðaþjónustufyrirtækin til að greiða samkvæmt kjarasamningum og virða réttindi launafólks. Það er af sem áður var að það var hægt að fara til yfirmanna í fiskvinnslunni og segja að þið eru að leiðrétta þetta fyrir 50% af störfunum hérna í byggðarlaginu. Núna erum við að eltast við smá fyrirtæki sem eru af ýmsum toga. Þannig að það er nú oft verið að tala að við séum að tala niður ferðaþjónustu en þetta hefur verið bara mikill vandræða business á Íslandi. Þannig að ég mun ekki gráta það ef við förum að byggja einhverjar svona sjálfbærari og betri stoðir undir atvinnulífið á Íslandi. Heldur en ferðaþjónustan hefur verið. Já. En ég hef spurt viðmælendur mína að spegla þetta ástand svolítið við búsátabyltinguna. Og í búsátabyltingunni að þá var það raunverulega fjarvera verkalýðshreyfingarinnar á Austurvelli var hrópandi. Og það þegar almenningur ruddist út á götu og krafðist réttlætis, að þá var verkalýðshreyfingin ekki hluti af því. Þú hefur verið talskona þess að verkalýðshreyfingin beiti sig meira, hafi meiri skoðunir á því hvers konar samfélagið verið að byggja hér upp, láti ekki hrekja sig í það að hafa bara skoðunir á vinnumarkaðnum annars vegar og svo lífeyrissjóðunum hins vegar, eins og að sömuleyti var komið. Sérðu fyrir þér að í þeim þrengingu sem það eru fyrirsjáanleg, við erum að ganga inn í kreppu, við veitum bara ekki hvað það djúp og þá munu átökin harðna, þannig að það gerist þannig. Ég held að sé engin leið á að við förum í gegnum þessa kreppu og höfum daglega blaðamannafundi með Víði, Ölmu og Þórólfi og upplifum það eins og við séum öll í sama báti. Það mun skerpast á þessu. Sérðu fyrir þér að Alþýðusambandið og verkalýðshreyfingin þurfi einhvern veginn að setja sig í annars konar ham heldur en hún hefur verið til þess að taka kannski við nýju hlutverki og vegna þess að þegar þú varst að tala áðan gagnrýni og aðgerðir stjórnvalda að þá hugsaði ég vonandi gengst verkalýðshreyfingin upp í því að vera svo stjórnarandstaða sem okkur sárvantar inn á þingi því að hún hefur núna allavega þessa 10 daga eða 2 vikur sem að þetta ástand hefur raunverulega ríkt. Mér finnst hún ekki hafa tekið einhvern veginn boltan heldur frekar kosið það að vera meðvirk með stjórnvöldum í þeim aðgerðum sem þau eru að gera. Þarf að breyta verkalýðshreyfingunni til hún getur tekið? Verkalýðshreyfingin þarf einhvern veginn að vera á báðum vígstöðum í einu. Það er einhvern veginn að vera andstöðuaflið og ég er alveg sammála því það sárvantar stjórnaraðstöðu í landinu. Mér finnst það mjög dabburt. Já, mér hefur alltaf fundið svona prívat og persónulega að það þurfi alltaf öflugan vinstri flokk sem í stjórnarandstöðu til að toga stjórnina sama hver setur í stjórninni hverju sinni í félagshyggju átt af því það er einhvern veginn eðli stjórnarsamstarfs að verða einhvern veginn málamiðlanir verða eitthvað miðju og eitthvað. Verkalýðshreyfingin á að vera bæði andstöðuaflið og andstöðuröddin og gagnrýniröddin en hún líka sitja við sameiningaborðið við stjórnvöld. Og við verum líka að vera svolítið duglega að segja hvað við erum að gera þar. Hversu krefjumst, hvað við náum fram, hverju hefur verið breytt, hvað máli skiptir að við séum öflug, að geta að tala máli okkar
skjólstæðinga hann inn og ég segi það bara, þessi frumvörp sem voru afgreidd í dag, þau eru vegna okkar. Við komum og sögum við þurfum að gera eitthvað, við þurfum að gera svona og í þessu samtali að þá... Höfðu þið afgerandi áhrif á þetta eða náðu þið að pússa af vestu Við höfðum afgerandi áhrif á þetta. Þannig að þeir eru byggt upp mikið til eins og þú hefði viljað byggja upp. Þetta er byggt upp í samstarfi og samráði við okkur eins og veruleiki var enda fyrir 2 vikur síðan. En þannig að við þurfum að vera bæði. Við þurfum bæði að vera gagnrýnin og aðhald og allt það og svo þurfum við líka að vera bara við samningaborðið. En okkar félagsmenn að við skuldum þeim það að segja þeim frá því dagstælega hvað við erum að gera og hvernig og af hverju. Og af hverju við teljum ákveðna málamiðlanir nauðsynlegar í þessu og hinu og svo. Munið þið verða að ræða það á morgun með hvaða hætti verkalýðshreyfingin geti tekið að sér svona forystu að gæta hagsmuna almennings, ekki bara ykkar félagsfólks, gagnvart hættunni á því að aðgerðir stjórnvalda bitni harðar á þeim sem standa allra veikast heldur en... Við erum alltaf að ræða það. Við erum alltaf að ræða það hvernig aðgerðir stjórnvalda og hvernig við eigum að beita okkur, hvernig áhrif það getur haft á veikasta hópinn og bara almenning og almenna félagsmenn og við til dæmis munum leggja á það áherslu að beita skattkerfinu enn frekar til jöfnunar. Ég er alveg fullkomlega sannfærð það og sé ekkert rosalega vinsælt að vera skattkerfisbreytingar og skattkerfi. Það er ekki skemmtilegasta umræðuefni á föstudagskvöldi. Það er uppáhaldið mitt, sko. Já, ég elska skatta og sérstaklega hátekjuskatta og Ari fjármagnstekjuskatta og fjármagnstekjuskatta og auðlindagjöld. Já, það er þá er þetta hins vegar besta leiðin til þess að tryggja jöfnuð og tryggja það að við ýtum undir samfélagslega stoðir og það verður eitt af okkar áhersluatriðum og eitthvað sem er bráðnauðsynlegt að gera núna. Við náttúrulega lögðum áherslu á 4 þrepa skattkerfi á síðasta ári. Við fengum það ekki í gegn því miður en svo krafa bara stendur og líka hækkun hátekjuskatts og líka hækkun auðlindagjald á endurskoðun því kerfi. Þannig að við höldum því öllu til haga. Hvað með hækkun á örorkulífeyri, hækkun til eftirlauna? Ef hugmyndin er svo að dæla peningum út til þess að auka almenna eftirspurn, má ekki hleypa þeim peningum til þeirra sem hafa það verst? Það er vísasta leiðin til þess að auka eftirspurn og auka einkaneyslu, að það er að láta þá lægst launu hafa auka pening eða segja hækka það. Og við erum bara reyndar í miðju kafi áður þetta byrjaði allt og vorum í miðju kafi í mjög spennandi samræði og samstarfi við Öryrkjabandalagið sem heldur áfram sameiginlegar yfirlýsingar og sameiginlegan stuðning við hvert annað og vorum líka að byggja upp gott samstarf við Neytendasamtökin og svona aðrar hreyfingar og svo einhvern veginn hefur maður verið í soginu síðustu 2 vikur. En þetta stendur ennþá og það skiptir líka máli að hækka barnabætur. Ég held að það sé svona vísasta leiðin til þess að maður að tala leiðin okkar fram á við er svona wage-led growth eins og við kallað. Ég meina hækkum lægstu launin og þá munum við einhvern veginn búa til eftirspurn, búa til önnur störf, búa til heilbrigðara kerfi. Trickle up í staðinn fyrir trickle down. Nákvæmlega og ég held svona að það er eins og varst að minna og það er nú kannski leiðin sem flest ríki er að fara núna, innspýtingu inn í þá sem þau þurfa það mest. Ég meina ef þú lætur manneskju sem er með 370 skall á mánuði fá auka 20 skall að þá verður það ekki lagt inn á bók. Það verður ekki keypt hlutabréf fyrir það. Nei, hún fer út í búð. Hún verður að kaupa kaffibolla á kaffihúsi. En annar hópur sem er raunverulega ekki innan ykkar raða er fólk sem er oft ungt fólk sem er svona jaðri vinnumarkaðins í svona verktakavinnu hér og þar og þú nefndir aðeins að hluti af aðgerðunum ætti að fara til þess að örva listalíf og eitthvað fleira. Gæti Alþýðusambandið tekið upp kröfu að hluti af aðgerðum stjórnvalda færi í það að setja bara fleiri myndlistamenn, leikara og rithöfunda á laun og þetta er ekkert svo frálegt hugmynd því að þetta er það sem var gert til dæmis bara í New Deal hjá Roosevelt. Það sem ég er að velta fyrir mér hvernig þið upplifið umboð ykkar, hvort þið að berjast fyrir allan hópinn eða sérstaklega fyrir þá sem eru félagar í félagunum? Fyrst og fremst félagar í félagunum en líka fyrir almennt betra samfélagi að sjálfsögðu. Ég veit reyndar ekki, ég hugsa að það yrði ekki samþykkt í ASÍ sem almennur stuðningur að setja, að
auka listamannalaun eða eitthvað, ég veit ekki, reyna að gera mig grein fyrir því, sko. Þið ræðir það á morgun. En núna kemur eiginlega aðalspurningin. Það voru gerðir kjarasamningar sem voru kallað lífskjarasamningar. Og þeir voru með ýmsum endurskoðunarákvæði. Og ekki endurskoðunarákvæði núna september núna. Og þau voru bundin vaxtastigin, það mun örugglega ekki raskast, en þau voru bundin verðbólgu líka. Og þau voru bundin, hvernig verður þetta? Já, þetta var og aðgerðum stjórnvalda. Og aðgerðum stjórnvalda sem að þau eru meira og minna að standa við. Þannig að það er eiginlega möguleikin á því að taka aftur og stokka upp spilin, ef það verður ekki bara samkomulag beggja aðila að segja samningunum upp, að þá væri það að verðbólgan færi hér, sem er ekki alveg, það getur engin spáð fyrir það. Nei. Þannig að það er möguleiki á því að samningunum er sagt upp, en samt ekki til að líklegt. Eða hvað? Hvernig, eru þið farin að horfa á það? Við erum ekki farin að horfa á það. Við erum bara einhvern veginn ekki alveg komið svo langt, en það er alveg ljóst að það verður erfitt að standa við margt í yfirlýsingu stjórnvalda. Og nú þegar erum við komin eftir á í ákveðnu dagsendingu sem við settum okkur. Þannig að það verða teknar upp auðvitað viðræður. Þetta verður metið. Það steinliggur ekki að þeir haldi þessi samningar. Það gera það ekki. Þannig að, en ég veit ekki hvort nokkuð treysti sig til að spá fyrir í hvaða stöðu við verðum í september. En svo kemur þrýstingur á ykkur, því að nú erum við alltaf að tala samninga sem er kannski aðeins inn í framtíðinni, en svona leifarnar af kjaradeilingu Eflingar, þar kemur kórónuveiran og er eiginlega notuð til þess að bara neita því að klára samningana og það er bara ekki mætt og það er yfirlýsingar sveitarstjórnarmanna eru svolítið í þá veru að það sé eiginlega bara dónaskapur fyrir láglaunafólki að vera í verkfalli á þessu tíma. Þetta er náttúrulega svolítið svakalegt og við höfum sagt sko að það besta sem við gerum núna er að verja sko okkar grunnstoðir, grunnkerfi, kjarasamninga, kjaraviðræður. Þetta verður að hafa sinn gang. Ef við erum að fara að ýta öllu til hliðar út af þessari kórónuveiru. Já, lýðræðinu. Lýðræðinu, þá fyrst erum við í alveg svakalegum málum. Og auðvitað kom það til tals að því að nú eru kauphækkanir 1. apríl, sem eiga að koma til framkvæmda 1. apríl samkvæmt samningunum sem voru gerðir á síðasta vor. Og auðvitað hefur það komið til tals að fresta þeim kauphækkunum. Ekki innan hreyfingarinnar. Heldur utan og ég er bara óskaplega stolt af minni hreyfingu að við höfum öll staðið í lappirnar í öllum tilraunum, stórra sem smárra fyrirtækja, atvinnurekenda, að reyna að víkja frá kjarasamningum núna, fara að semjum hitt og þetta, lengja dagvinnutímabilið, létta vaktavinnu álögum eða hvað þeim hefur dottið í hug í nafni krísuástands, að við höfum verið sem múr, verkalýðshreyfingin, segjum nei, þarna eru við ekki að fara. En það mun halda áfram. Alveg örugglega. Dæmin sýna það að svona ástand, svona hættu ástand, er oft notað til þess að þrýsta á breytingar sem að, segjum eins og viðskiptaráð og fleiri hafa verið að beða lengi. Og maður sér það strax að matseðillinn er bara komin upp til að afnema tryggingagjald, gera þetta og að lækka bankaskattinn og allt það. Skattinn og ýmislegt sem að hefur verið að bíða lengi. Þannig að þrýstingur þar, því það er mjög kvik hreyfing, svona byltingarhreyfing sem leið og tækifæri gefst og reynar að þrýsta sínum markmiðum fram og hefur oft tekist það. Já, það er hættan. Blautir draumar verða uppfylltir í þessu ástandi og það þarf að passa það mjög vel. En þið ætlið ykkur hlutverk í því að verja því? Já, við ætlum að verja kjarasamninga bara fram í rauðandauðan. Ég meina það þarf mjög mikið að koma til að við förum að víkja frá kjarasamningum. Við sjáum það reyndar að í kringum okkur eru stéttarfélög að lúta í lægra haldi út af þrýstingi og það er miður. Reyndar eru lausi kjarasamninga víða í kringum okkur sem verður frestað fram að haust. Geta svo sem verið ákveðið rök fyrir því að vera að höggva beinlínis í kjarasamningana. En ég meina þetta er sko ef við erum að... En svo verður að fresta viðræðum þá fram... Fresta viðræðum. Það er svo mikil óvissa í loftinu að það er eiginlega tilgangslegt að tala. Já, en við skulum líka halda því til haga í löndunum í kringum okkur að tekur kjarasamningu við að kjarasamningi. Þannig virkar þetta þar. Svolítið ólíkt eins og það sem sko opinberir starfsmenn geta verið kjarasamningslausir í heilt ár.
En eins og ég segi, við erum mjög staðfest í því og erum sem einn maður í því að verja okkar samninga. Af því það er eiginlega verðmætasta sem við höfum á íslensku vinnumarkaði. Það eru kjarasamningar, en það eru þeir algildir. Þannig að það sem við semjum það eru lágmarkslaun í landinu. Þannig að það er mjög mikil ábyrgð fólgin í því að fara að höggva í þá samninga. Já. Herðu, Drífa, ég þakka kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna á föstudagskvöldi. Núna ferðu að fara heim og fá þér að borða. En áorðu þakka ég fyrir að sitja með okkur í kvöld. Rauðaborðið verður aftur hér á mánudaginn og klukkan 8 alla virka daga næstu viku. Á sunnudaginn síðan annar þáttur sem verður streymt, hvað sem þið eru að horfa. Það er þáttur sem Ögmundur Jónasson stýrir, en ég fæ að taka þátt í. Ögmundur er gamall sjónvarpsmaður og er orðinn ungur aftur núna. Hljóp upp á Skaga með kvikmyndatökumenn til þess að taka þar viðtal. Það verður gaman að sjá útkoman af því. Rauðaborðið er hluti af sjónvarpsstöð sem er í smíðu, sem heitir Samstöðin. Við erum alveg til umræðu að taka fleiri þætti á dagskrá og viljum það endilega. Þannig ef þið hafið ykkur hugmyndum hvernig það er að örva róttæka samfélagsumræðu með þessari nýju tækni og þessum dreifileiðum sem er í boði, endilega hafið samband. En ég þakka ykkur kærlega fyrir í kvöld og óska ykkur bara góðra helgar. Takk.